Fundi framhaldið og þá tökum við til á ný við 19. mál og það eru breytingartillaga við starfsreglunum, breyting á starfsreglum með val og veitingu prestsembætta með síðari breytingum. Þetta var frá öllum nefndum og Steindór Haraldsson var með framsögu í þessu máli og ég gef nú orðið laust ef einhver vill taka til máls. Þetta síðari umræða. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, svo við göngum til atkvæða breytingartillögurnar. Og þær eru þannig í 1. grein í stað orðanna val og veitingu prestsembætta í heiti starfsreglnanna kemur ráðning í prestsstörf og starfslok. Hvar á þetta koma, Ragnhildur? Þetta síðasta blaðið bara. Þetta síðasta blaðið, já. Ég var ekki með það. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingartillögu í 1. grein, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 2. grein, 2. málsgrein 2. greinar orðar svo: ef prestar eru ráðnir tímabundið skal tekið fram í ráðningarsamningi að segja megi slíkum samningi upp að hálfu hvors aðila sig áður en ráðning fellur sjálfkrafa úr gildi við lok samningstíma. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingartillögu gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 3. grein, 1. málslið 5. málsgreinar 3. greinar starfsreglnanna orðast svo: áður en biskup sendir umsóknir til meðferðar matsnefndar skal hann gæta þess að umsækjandi uppfylli skilyrði til ráðningar eða kjörs samkvæmt 38. grein laga nr. 78 frá 1997, þar með talið starfsþjálfun samkvæmt nánari ákvæðum í starfsreglum þjálfun prestsefna nr. 788 frá 2002 með síðari breytingum. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 4. greinin, eftirfarandi breytingar verða á 5. grein starfsreglnanna. Stafliður A og B falla brott. Stafliður C verður stafliður A. Stafliður D orðast svo: í stað orðsins kirkjumál á sjóði í 19. málsgrein kemur þjóðkirkjan biskupsstofu. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Þá er 5. grein, eftirfarandi breytingar verða 6. grein starfsreglnanna. Stafliður C fellur brott og stafliður D verður stafliður C og orðast svo: í stað orðsins kirkjumál á sjóði í 19. málsgrein kemur þjóðkirkjan biskupsstofa. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Í 6. grein, eftirfarandi breytingar verða á 6. grein starfsreglnanna. Stafliður A og B falla brott. Stafliður C orðist svo: í stað orðsins embættinu í 11. málsgrein kemur starfinu. Stafliður D orðast svo: í stað orðsins kirkjumálasjóði í 19. málsgrein kemur þjóðkirkjan biskupsstofa. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 7. grein, stafliður B í 8. grein tillögunnar fellur brott. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Síðan 8. grein í stað orðsins skipar í 10. grein starfsreglnanna kemur ræður. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt. 9. grein í stað orðanna skipar í embætti í 11. grein starfsreglnanna kemur ræður í starf. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt. 10. grein í stað orðanna skipa ekki embættið í 1. málsgrein 12. greinar starfsreglnanna kemur ráða ekki í starfið. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 11. grein, 1. málsgrein 13. greinar starfsreglnanna orðist svo: atkvæðisbær sóknarbörn teljast þau sem skráð í þjóðkirkjuna í prestakalli samkvæmt þjóðskrá og eru fullra 16 ára við birtingu auglýsingar á opnum vef þjóðkirkjunnar laust starf sóknarprests eða prests í prestakalli. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 12. grein, 22. grein starfsreglnanna orðar svo ásamt fyrirsögn, starfslok.
Uppsögn ráðningarsamnings skal birta með sannarlegum hætti. Talin nægileg birting að senda uppsögn á opinbert netfang Biskupsstofu og netfangsprest hjá kirkjunni. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur 3 mánuðir að lágmarki. Prestur getur ávallt sagt upp starfi sínu með 3 mánaða uppsagnarfresti. Ráðning prests sem ráðin tímabundið fellur úr gildi við lok samningstíma án uppsagnar. Heimilt að segja upp presti á tímabundinni ráðningu samkvæmt uppsagnarákvæði í viðkomandi ráðningarsamningi. Uppsagnarfrestur 1 mánuður þegar tímabundna ráðningu að ræða. Fastráðning presta fellur úr gildi án uppsagnar frá og með næstu mánaðamótum eftir að 70 ára aldri náð. Þeir sem geta samþykkt þetta gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Þá ber ég upp 19. mál á þingskjali 75 með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt málið í heild með breytingum gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Svanna Helen ekki inni. Já, heyrðu, þá tökum við bara fyrir 25. mál til síðar umræðu. Það tillaga til þingsályktun mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málum fólks á flótta og umsækjenda alþjóðlega vernd og framsögumaður Anný Ingimarsdóttir og tekur hún út í máls. Það 25. mál. Forseti, ég flyt nefndarálit allsherjarnefndar við tillögu til þingsályktunartillögu mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málum fólks á flótta og umsækjenda alþjóðavernd. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið. Nefndin leggur áherslu á að hér afar mikilvægt mál að ræða og fagnar þessari tillögu. Einnig þakkar nefndin þessa góða vinnu og hvetur til þess að henni verði haldið áfram. Í greinargerð með tillögu kemur fram að starfshópurinn eingöngu að fjalla stefnu og verklagsreglur varðar hælisleitendur og fólk á flótta, þó að tillögu kirkjuþings geri einnig ráð fyrir að fjalla verði almennt málefni innflytjenda. Ástæða þess sé sú að málefni flóttafólks og innflytjenda séu talsvert ólík þó að þau eigi ýmislegt sameiginlegt og hafi starfshópnum ekki gefist nægur tími til að útbúa tillögur sem nái til beggja hópa. Fram kemur einnig í greinargerðinni að starfshópurinn muni halda vinnu sinni áfram og skila tillögu að stefnumótun almennt málefni innflytjenda og móttöku kvótaflóttafólks fyrir kirkjuþing 2021. Allsherjarnefnd telur rétt að stefnur í málefni fólks á flótta og innflytjendur séu ræddar og afgreiddar samhliða. Einnig telur nefndin nauðsynlegt að með stefnumótun tillögu fylgi framkvæmdaráætlun og nákvæm fjárhagsáætlun sem gerð í samráði við fjármálastjóra. Allsherjarnefnd sammála að mikilvægt sé lokið sé við að móta stefnu í málefni ofangreindra hópa hið fyrsta. Tillögur að stefnumótun í málefni fólks á flótta og málefni innflytjenda verði lokið í haust og máli lagt fram á kirkjuþingi 2021. Allsherjarnefnd leggur til að máli verði vísað til biskups til áframhaldandi vinnu með þingsályktunartillögu á sérstöku þingskjali. Orðið laust. Ef einhver vill taka til máls, svo ekki. Þannig lagt til að málinu sé vísað til biskups. Þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið þá 28. mál. Það síðar umræða tillaga til þingsályktunar heimasíðu og aðra miðla, fluttar Heini S. Hákonarsyni og tekur hann út til máls. Forseti, ég dreg málið tilbaka.
flutningsmaður dregur málið til baka. Er einhver þingmaður sem vil taka málið upp? Svo er ekki. Þannig að ég ber þá upp þá tillögu framsögumanns að málið verði dregið til baka. Þeir sem geta samþykkt það gjöra svo vel gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti? Samþykkt samhljóða. Þá erum við bara að því að það er mál- og fjárhagsnefnd sem að framsögumaður átti varð að skreppa frá. Er einhver sem að getur tekið málið að sér svo að við tefjumst nú ekki? Þannig að þá tökum við fyrir 15. mál, tillaga til þingsályktunar um breytingu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar, flutt af kirkjuráði, það er síðari umræða, og til máls tekur Gísli Jónasson. Þetta var þú ert með gamla skjalið. Það var 15. mál, það var frá fjárhagsnefnd. Já, frá fjárhagsnefnd. Og framsögumaður var Gísli. Já. Og Gísli tekur til máls. Forseti, fjárhagsnefnd hefur fjallað tillögu til þingsályktunar um breytingu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar sem var 15. mál á kirkjuþinginu og nefndin hefur orðið sammála um að flytja eftirfarandi breytingar tillögu við þessa þingsályktun og það er þá eins og þarna kemur fram og þið sjáið í fyrsta lagi, í 1. grein í stað orðsins kirkjumálasjóður í öllum þeim greinum sem taldar eru upp í fasteignastefnunni þá komi þjóðkirkjan Biskupsstofa. Þetta er auðvitað bara hluti af að lagfæringunum sem þarf að gera eins og við vorum að gera í bandorminu. Nú, við 2. grein, hún skul orðast þannig, við 4. grein fasteignastefnunnar bætast 2 nýjar málsgreinar sem orðast svo. Verkáætlun umhirðu jarða þjóðkirkjunnar skal vera í gildi á hverri tíð. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna skulu höfð til hliðsjónar eftir því sem við á og aðstæður leyfa. Kirkjuráð skal leggja verkáætlun til samþykktar á kirkjuþingi. Í 3. grein leggjum við til að 4. grein í upphaflegu tillögunni verði felld niður og í 4. grein þá leggjum við til að 5. grein í tillögunni falli niður að öðru leyti en því að í stað orðsins kirkjumálasjóðs í 1. málslið 19. greinar komi þjóðkirkjan Biskupsstofa. Og svo í 5. grein þá er lagt til að 7. grein breytist og orðist svona. 21. grein fasteignastefnunnar orðast svo. Þjóðkirkjan fjárfestir ekki í uppbyggingu landbúnaðarstarfsemi á jörðum í eigu þjóðkirkjunnar nema því aðeins að brýna nauðsyn beri til, lögmæli fyrir eða telja megi slíkt fjárhagslega hagkvæmt. Fjárfesting af þjóðkirkjunnar skal byggja á verkáætlunum umhirðu jarða hennar og fjárfestingarstefnu kirkjunnar. Og við leggjum sem sé til að máli verði samþykkt
með þessum breytingatillögum á málinu sem hér hafa verið raktar. Nú átti ég ekki að vera framsögumaður, ég bara ekki með ef að fólk óskar eftir því að vita hverju við erum að breyta, en ég held nú reyndar að ég hafi plaggið þarna í möppunni hjá mér ef það kemur einhverjar spurningar. En það sem að við erum að gera er það að við erum svona kannski bara aðeins að snurfunsa breytingatillöguna sem upphaflega var flutt, svona með ákveðnum atriðum. Og efnislega er það þá þannig að þessi breytingatillaga sem er í annarri greininni, hún er í raun og veru bara orðalagsbreyting á greininni sem upphaflega var, en efnislega held ég að hún sé nú nokkurn veginn með sömu niðurstöðu. Viltu lesa hana eins og hún var upprunalega og lesa Já. hana aftur? Já, það væri kannski allt í lagi að lesa hana bara upp, sko. Allt sem er búið að Já. strika hér yfir. Já. Sko, upphaflega tillagan var orðuð svona: við 4. grein fasteignastefna bætast 2 nýjar málsgreinar sem orðast svo: verkáætlun umhirðu jarða þjóðkirkjunnar skal vera í gildi á hverri tíð, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og gerð með hliðsjón á grunn. Sko, þá segjum við á hverri tíð heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna skulu höfða til hliðsjóna, segjum við núna, en áður var þetta orðað og að skal vera gild á hverri tíð og gerð með hliðsjón á grundvelli heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Þannig að þetta er svona bara orðalagsbreyting þarna. Og svo var gamla orðalagið kirkjuráð og eða umhverfisnefnd kirkjuna skal leggja verkáætlun til samþykktar á kirkjuþingi. Við gerum þá breytingatillögu að það sé kirkjuráð sem skuli leggja verkáætlunina fram. Vantar orðið fram? Já. Það vantar bara þannig inn í textan. Það er gott að fá lagfæring á því. Síðan var... Já. Síðan sko... þriðja... Kemur hérna. Svo breyttuðu þeir bara þessari hérna. Já. Embættisbústaðir. Í stað orðana embættisbústaðir og embættisbústaðir var sett þarna. Við leggjum til að það sé fellt niður af því að við erum búin að taka það ákvörðun í öðrum málum hér að við höldum orðinu embætti og erum ekki að henda því út alls staðar eins og gert var ráð fyrir í haust. Nú síðan er það þá 5. greinin hjá okkur sem er þá varðandi... Hún fellur brott að öðru leitin því Já. að þetta kemur. Já. Að það er bara þarna... Sko, þú ert með þjóðkirkjubiskupsstofu, sko. Já. Þarna fellum við niður, já, að það sé talað um kirkjumálasjóð og það kemur þjóðkirkjan. Það er nú eiginlega sjálfsagt fast. En svo segir þarna í 5. grein, sko fellum, 19. grein, í staðum 1. málsliðar í henni, þá sagði í gömlu tillögunni: í stað 1. málsliðar 19. grein að fasteignastefna koma 2 nýjir málsliðir. Fasteignir þjóðkirkjunnar skulu ekki leigðar lengur en til 5 ára í senn. Ef jarðir eru auglýstar til sölu eða leigu skal öllum gefinn kostur á að bjóða í þær. Og þetta í raun og veru gerum við bara tillögu að falli niður af því okkur þann þótti það vera of bindandi. Sko, þarna þyrftum nú eiginlega að lesa orðalagið í gömlu reglunum. Okkur fannst það alveg vera fullnægjandi og það væri ekki svona fortakslaust hægt að kveða á að það væri aldrei hægt að leigja neitt lengur en til 5 ára í senn. Það er talað um það í gömlu reglunum að það sé sko hægt að hafa undantekningar á því og við teljum að það geti nú í ákveðnum tilvikum verið þannig
að við fáum ekki góðan leigjanda til svo skamms tíma ef hann hefur ekki öryggi eða ef við vissum það að það verði örugglega auglýst aftur og þá njóti hann engin sko þá er bara svo uppbóð aftur á leigunni. Þannig að okkur fannst þetta kannski bara gamla orðalagi sem að var vera bara betra. Nú 21. greinin þá var sko það best ég lesi hana bara eins og hún var í tillögunni. Þjóðkirkjan fjárfestir ekki í uppbyggingu landbúnaðarstarfsemi á jörðum í eigu þjóðkirkjunnar nema því aðeins að brýna nauðsyn beri til, lögmæli fyrir eða telja megi slíkt fjárhagslega hagkvæmt. Þjóðkirkjan fjárfestir í uppbyggingu landbúnaðarstarfsemi á jörðum í eigu þjóðkirkjunnar aðeins í þeim tilvikum þegar unnið er að kolefnisbindingu enda felast í slíku möguleikar til tekjuöflunar í framtíðinni. Við 2. málsgrein bætist við orða svo fjárfestinga þjóðkirkjunnar skuli byggja á verkáætlun umhirðu jarða hennar svo sem mótvægisaðgerðir í loftslagsmálum sem og fjárfestingastefnu kirkjunnar. Og þarna gerum við bara í raun og veru ráð fyrir því að fella út í þessari síðustu setningu svo sem til mótvægisaðgerðir í loftslagsmálum og bara vísum almennt til verkáætlun umhirðu og fjárfestingastefnu og þar er auðvitað tekið tillit til þessara mótvægisaðgerða. Og hins vegar leggjum við líka til að það falli niður þessi setning sem að sagði þjóðkirkjan fjárfestir í uppbyggingu landbúnaðarstarfsemi á jörðum í eigu þjóðkirkjunnar aðeins í þeim tilvikum þegar unnið er að kolefnisbindingu enda felast í slíkum möguleika til tekjuöflunar í framtíðinni. Okkur fannst þetta vera svolítið mikið rörsýn. Það gæti náttúrulega komið upp aðrar aðstæður sem að kölluðu eftir því að það væri einhver fjárfesting á jörðunum. Til dæmis bara að tekið sem dæmi í jörð sem að kirkjan á í nágrenni Akureyrar og þar sem eru hugmyndir hugsanlega að það væri hægt að leigja út sumarhúsalóðir og svo framvegis. Að við getum ekki bara einblínt eingöngu á kolefnisbindingu. Það gæti komið upp aðrar aðstæður þannig að okkur fannst þetta vera allt of mikil binding að segja að það væri aldrei hægt að fjárfesta nema í þessu eina markmiði. Það geti verið fleiri markmið. Það er ekki komið? Þá er þetta komið. Ég veit ekki hvort þetta er nógu skýrt. Já. Já, þá gefi ég orðið laust og til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, ég legg nú til að þetta mál verði samþykkt eins og það fyrirliggur á þingskjali 79 þó mig langi að gera örfá orð á máli mínu að vandinn er þessi að skógrækt er landbúnaðarstarfsemi og þess vegna vildu við taka í burtu að þjóðkirkjan fjárfesti ekki í uppbyggingu til þess að geta stundað skógræktina. En við það að samþykkja þessa tillögu á 79. blaði eða þingskjali þá getum við sagt að eftir sem áður þá er heimilt að gera þetta þar vegna þess að það er þarna undantekningar tilvik held ég í ykkar þessi stendur fjárfestingarstefnu kirkjunnar. Þannig að það getur farið saman. Og þetta með landbúnaðarstarfsemina eða að leigja út land fyrir sumarbústaði, ég sá að það er ekki neina árekstar það svo milli. Þannig að ég legg bara til að Steindór samþykki það líka, bara við samþykkjum.
tala hver fyrir sig, þannig að nú tekur til máls Steindór Haraldsson. Já, forseti, ég bara aðeins fá einn spurning aðalega, sko. Það eins og að verða að ræða áðan þegar að verða að setja upp svona mál og koma frá löggjafarnefnd eða fjárhagsnefnd eða allsherjarnefnd svona mál sem að taka breytingum, þá þurfum við náttúrulega að fá eins og var verið að gera áðan einhverjar skýringar með. Best væri að geta fengið þetta bara upp hlið við hlið og sjá hverja breytingarnar eru. Maður áttar sig ekki alltaf á því, sko. Ég þakka fyrir þetta að skýra þetta. Þá rak ég eyrun í það að síðastliðið haust þá lagði ég fram tillögu örstutta að allar fasteignir innan kirkjunnar sem hafa verið auglýstar til sölu eru auglýstar. Ef ég skil rétt að þá er búið að taka það út. Það er ekki búið að taka það út. Var það ekki það sem það átti við? Já, og það er í gömlureglunum. Það var það eina sem ég ætlaði að öðru leyti, þá ætlaði ég bara að gera svo Axel sagði mér að samþykkja þetta. Orðið er laust, enginn hefur hvatt sér hljóðs og nema ef að framsögumaður vill eitthvað bæta við. Nei, þannig að þá er bara umræðu lokið og gengið verið til atkvæða og þá er það breytingatillögurnar fyrst og það er fyrsta grein í stað orðsins kirkjumálasjóðs í fyrra kaflaheiti og ég er ekkert að telja upp þessa runu. Fasteignastefnunnar kemur þjóðkirkjunnar biskupsstofu, þessi geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Önnur grein orðið svo. Við 4. grein fasteignastefnunnar bætast 2 nýjar málsgreinar sem orðast svo. Verkáætlun umhirðu jarða þjóðkirkjunnar skal vera í gildi á hverri tíð. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna skulu höfð til hliðsjónar eftir því sem við á og aðstæður leyfa. Kirkjuráð skal leggja verkáætlun til samþykktar á kirkjuþingi. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 3. grein, 4. grein fellur á brott og þá er það 4. grein, 5. grein fellur á brott að öðru leyti en því að í stað orðsins kirkjumálasjóðs í 1. málslið 19. greinar kemur þjóðkirkjan biskupsstofa. Þessi geta samþykkt þetta gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, samþykkt samhljóða. 5. grein, 7. grein breytist og orðast svo. 21. grein fasteignastefnunnar orðast svo. Þjóðkirkjan fjárfestir ekki í uppbyggingu landbúnaðarstarfsemi á jörðum í eigu þjóðkirkjunnar nema því aðeins að brýna nauðsyn beri til, lög mæli fyrir eða telja megi slíkt fjárhagslega hagkvæmt. Fjárfestingar þjóðkirkjunnar skal byggja á verkáætlun umhirðu jarða hennar og fjárfestingarstefnu kirkjunnar. Þeir sem geta samþykkt þetta gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Þá ber ég upp 15. mál til samþykktar með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt 15. mál með áorðnum breytingum gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Nú er svo komið á þessum fundi að dagskrá þessa fundar er tæmd og nú taka nefndir til starfa og fjárhagsnefnd verður hér í þessum sal, löggjafarnefnd og allsherjarnefnd fara upp í Katrínartún og funda þar. Ég hafði svo hugsað mér að ég held að við þurfum ekkert að byrja fyrir en klukkan 10 í fyrramálið, þannig ég segi þessum 9. þingfundi slitið. 10 í fyrramálið.